inngönguferli í Evrópusambandið gengur það að aðildarríkin aðlaga sig að regluverki sambandsins út á það ganga fundirnir. Nefnum þú sért 400 manna þjóð sem að getur komið og sagt að við viljum undanþágur frá öllu. Eiginlega öllu sem skiptir máli og ég meina sko fundirnir og viðræðurnar eins og þessi stilt upp sko, gang út á það ef þú ert embættismaður í einhver ráðuneyti þá ferð þú út með þitt teymi og þú upplýsir þinn kollega í Evrópusambandinu hvernig ykkur gangi að aðlaga íslenskt regluverk að í evrópska. Þú ert ekki að spila eitthvað póker þarna sko. Nei, þú ert heldur ekki að koma þarna og segja hvernig ætlið þið að koma til móts við okkar. Það er alveg frekar skrítið sko. Akkurat og við erum að auðvitað, það er að tína til einhverjar gamlar undanþágur svona hitt og þetta, svona frekar veiga lítil atriði. Þeir hafa líka verið mjög skýrir á því að það hafi samt verið eitthvað sem þau ætla að reyna að vinda ofan af. Þau tóku það að tekið mjög skýrt á þessu í 2004 stækkunarlótunni til Austurs og ég meina sko, maður líka þess að velta stundu fyrir sig oft ágætt í svona tabli sko, hvernig horfir málið við Evrópusambandinu? Hvernig myndi það líti út fyrir þá gagvart sínum þjóðum? Því það er líka, Evrópusambandið ekkert einhver ein rödd sko, það alls konar lönd þar innanborðs að banka á dyrnar ósátt við hitt og þetta og vilja breytingar á hinn og þessu. Hvaða tón mun það slá sko ef þeir koma allt í og segja, heyrðu, já, sorry, Ungverjaland sem hefur nú verið til dæmis erfitt við Evrópusambandið, Írland búið að vera í flókinni sjávarútvegsdeilu út af þessum Evrópureglum. Við getum ekkert gert fyrir ykkur. En við urðum eiginlega að setja alveg sko sér bara kafla fyrir Ísland sko. Maður vil ekki hljóma eitthvað að maður sé að tala niður einhverja von fyrir einhverja hópa sko, en ég held að þetta sé svaka miklu óraunhæfara en afi látið. Já, mér finnst þetta alveg áhugavert að horfa að þessu einmitt á sko ef við hugsum söluvöru að söluvara Íslendinga er að við getum farið þannig út og við getum séð hver er pakkanum og alveg ef við fáum ekki góðan pakka þá ætla ég líka að segja nei sko. Ég ætla líka að segja nei ef þetta er ömurlegu pakki. Þannig að nokkur hlutir í þessu meðal annars þeir einmitt að hvernig lítur söluvaran út frá bæturum sko Evrópusambandsins séð. Segjum svo að þeir séu rosalega peppaðir fyrir þessu og bara miklu peppaðir en við að fá okkur inn og það er út af norðurslóðum og það er út af þróun í heiminum og það er hægt að stækka þetta og það er hægt að skoða það að vera með eitthvað eftirlit með jafnvel Rússum þannig norðarlega og fleira og þeir séu bara svakalega peppaðir. En að þeir að vera að standa í deilum við einmitt Íra, Frakka, Spánverja fleiri sem eru til dæmis að nýta sér sjávarafurðir og fleira að við höfum fengið einhverjar sér útgáfu fyrir okkur og að við munum halda okkar sjávarauðlindum að öllu og að þeim að bara Evrópusambandið hafa ekkert það að segja bara til bara frambúðar. Nennir Evrópusambandið að vera með Spánverja og fleiri sem eru að nýta sína sjávarauðlindir og að þeir ætli þá líka þá fara þeir að sjálfsögðu líka að segja heyrðu, við ætlum líka að fá söndar það. Já, ok, þetta er svona, þá viljum við þetta. Þetta er held ég mjög flókin sala. Ég er ekki vissum að málið muni fara þetta langt. Mér finnst nú svona stemningin Nei, ég er komið sko. Já. Í alvörinni. Það er stór. Hvaða dagur er? 2. júní, þóru hann kalla þetta. Já, ég meina, ég er búin að segja þetta í svolítið tíma, en ég meina bara við nei, ég er komið því ég var ánægð með það Nei, ég meina veðbankar, ég meina þetta þróast allt niður á við sko. Ég meina aftur, það er held ég líka vegna þess hvað þetta mál kemur svolítið svona, ef ég má sletta svona forsað inn einhvern veginn. Þetta er bara mjög augljóslega einhvern veginn viðreisn að óska eftir endum á stjórnarsáttmálunum. Þetta var málið sem þau vildu keyra á. Flokkur fólksins fékk sín mál í gegn. Kristrún fékk svona að vera forsætisráðherra og átti að eigna sér heiðurinn af efnahagsmálum sem hefur ekki alveg gengið upp. Það er einhvern veginn ástæðan fyrir þetta máli alltaf komið á dagskrá. Það er ekkert sérstætt annað og ég vil svolítið alltaf hugsa þetta svona, þú veist, og mér finnst umræðan fer út víðanvöll, en við hugsaum þetta svona, Evrópusambandið er í mínum huga bara, þú veist, fyrirbæri og batteri sem hefur gert margt gott í sögunni og bara gert að afreka stilla til friðar í Evrópu sko á grundvelli, þú veist, svona fyrir sjónarmið eins og sko frjálsra viðskipta og bara aukina samskipta sem eru þetta bara frábært, þeir hafa stækkað til austurs, auki mjög lífsgæði landana þar og svo framvegis, það er gert margt gott en við þurfum alltaf að horfa á þetta með okkar kalda haus og þú veist,
staðreyndin er svo að við höfum komið okkar málum fyrir með ákveðnum hætti og þó að íslensk umræða séu svolítið svona, þú veist, þegar þú hlustar bara á hana svona frá mótni til kvölds, þá er hún, þú veist, við elskum svolítið að vera pirruð og við elskum svolítið að hafa hlutin á hornum okkar, sem er bara svona oft skemmtilegt. En ég held að séu allir samt sammála þegar við tökum skrefið tilbaka, við höfum okkur hefur miðað greiðlega vel. Menna, þú veist, við höfum tryggt okkar hagsmuni á þessum mikilvæga markaði sem er Evrópumarkaðurinn, innri markaðurinn, með EES-samningnum, þú veist, við erum mjög vel sett í varnar- og öryggismálum verandi örþjóð sem getur, þú veist, ekki haldið upp í sjálfstæðum vörnum, við erum með varnarsamningu Bandaríkin, við erum aðilar að NATO, hér hafa bara lífskjör þróast með alveg ótrúlega góðum hætti. Það sama, þú veist, hvaða alþjóðlega samanburð þú tekur, við erum þar stundum efst, Við erum orðin dýrasta landi heim allavega. Efstu sætunum, já, við höfum líka hækkað launin hvað mest, við höfum verið með mikinn hagvöxt hér, við höfum verið með til dæmis sem að mér skipta máli líka þegar maður fara nýjana svona efnahagspakka í kringum þetta, atvinnuleysi á Íslandi hefur verið bara óþekkt vandamál. Við höfum ekki, þú veist, það hefur ekki einu sinni verið, það er svo óþekkt vandamál, það hefur ekki verið partur af neins konar pólitískri umræðu árum saman, sko. Meðan að þú veist, þessi stóru lönd í Evrópusambandinu hafa glímt við, þú veist, alveg svakalegar atvinnuleysistölur. Það er eitthvað aðeins skárra núna, en þegar maður segir skárra, ég meina spátt fór úr því eftir árunum 2010, 11, 12 var atvinnuleysi Spáni 25%.